Þá erum við komin að 5. liði sem tilkynning til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga að Reykjanesbær sé komin í fjárþröng með vísan til 2. málsgreinar 77. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Það hefur engum dulist það sem að búið að eiga sér stað hér í sveitarfélaginu undanfarin misseri og mánuði. Við erum búin að vera að vinna í langa tíma að endurreisn fjármálalegrar stöðu í samfélaginu og það hefur kostað sitt. Það búið að þurfa að skera hér niður ýmislegt, bæði það sem snýr að starfsmönnum og eins hafa álögur á íbúa verið auknar til þess að mæta eða til þess að vinna á þeim vanda sem að við hefur verið að glíma. Eitt af þessu sem að við þurftum að eiga við var og að ná niður skuldum sem að hafa verið miklar og langt umfram þau viðmið sem að talist geta verið ásættanleg. Okkur hefur miðað misvel í þessari vinnu. Þó höfum við séð það núna undanfarnar vikur að einhver árangur væri að nást í þessu. Og það var svo komið fyrir ekki löngu síðan að stærstur hluti kröfuhafa verið tilbúið til þess að fara í ákveðna vegferð með okkur og afskrifa ákveðin hluta skulda til að létta á þeirri stöðu sem við erum í. En við vorum með ákveðna dagsetningar í síðustu viku og það var ákveðin hluti kröfuhafa sem var ekki tilbúin til þess að fallast á það samkomulag sem fyrir lá og þá sá meirihluti bæjarráðs ekkert annað í stöðunni en að það yrði að fara með þetta til eftirlitsnefndar þar sem að fyrir sér væri greiðslufall hjá Reykjaneshöfn sem átti sér stað fyrir helgina og málinu eru þá vísa til nefndarinnar sem að myndi þá skipa Reykjanesbæ sérstaka fjárhagsstjórn. Frá því að þetta átti sér stað þá höfum við verið að ræða við hlutaðeigandi aðila og verið að reyna að finna leið til þess að koma í veg fyrir að þessi staða yrði uppi og það var nú svo sem ekkert útlit fyrir það að okkur tækist það að ná einhverju lendingu en með þrjósku og yfirsetu þá hefur okkur borist bréf eða árangurinn af því var það að við fengum bréf rétt fyrir bæjarstjórnarfund áðan sem að ég ætlaði með leyfi fundarins að lesa fyrir fundinn sem að kemur frá lögmannaskrifstofu sem að kallast lögmenn Bárugötu. Og undir þetta bréf skrifar Stefán Árni Auðunsson og Tómas Hrafn Sveinsson. Þetta eru þeir sem hafa verið í forsvari fyrir lífeyrissjóðina í þessum samningsumleitunum. Og bréfið svohljóðandi: Reykjavík 19. apríl 2016. Með vísan til fyrri bréfa og samskipta síðustu daga er það áréttað fyrir hönd skuldabréfa eigenda að vilji er til að ræða mögulegar úrlausnir vegna skuldavanda Reykjaneshafna og Reykjanesbæjar. Ýmsir möguleikar hafa verið nefndir til að mæta þeim greiðsluvanda sem til staðar, sem gæti verið grundvöllur slíkra viðræðna og þá mun sú vinna sem unnin hefur verið til þessa nýtast aðilum vel. Það mat okkar að frestun ákvörðunar að óska eftir aðkomu fjárhagsstjórnar 2 til 3 vikur geti nýst vel til að láta á viðræðugrundvöll reyna. Og undir þetta skrifa þeir sem áður voru nefndir Stefán Árni Auðunsson og Tómas Hrafn Sveinsson. Í framhaldi af þessu bréfi viljum við leggja fram tillögu og láta reyna
á þennan framkomna vilja sem að birtist í þessu bréfi og ég vil með leyfi fundarins leggja fram tillögu sem er svohljóðandi: Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fresta 5. máli varðar tilkynningu til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til næsta fundar. Orðalaust. Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Þetta kannski ekki það sem ég átti von á að okkur tækist að gera. Ég held hérna á gögnunum sem við ætlum að kynna í dag og leggja til að við færum í fjárhaldsstjórn. Við vorum fram eftir nóttu í gær og laugardagskvöldið og byrjuðum 7 morgun og það voru einhvern veginn allar bjargir bannaðar en síðan kom þetta bréf, ég held að hann hafi verið 6 mínútur í 5 sem þetta bréf barst. Þannig að við teljum meiri hlutin að við viljum reyna á þetta, sjá hvort á þessum 2 vikum sem eru framundan að hvort að þessir kröfuhafar sem höfðu hafnað samkomulagi áður meini það sem þeir segja. Og við viljum gefa þeim 2 vikur. En málið engu að síður mjög alvarlegt og ég hugsa að margir hafi verið svefnlausir síðustu daga yfir því sem átt að gerast hérna í dag. En 5 mínútur fyrir, svona þetta stundum og við skulum vona að þetta sé dæmi bjartari tíma eins og ég sagði áðan. Það vilja allir flytja í Reykjanesbæ, við skulum vona að þetta sé gott dæmi það. Þannig að við heilshugar tökum undir þetta. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, það gott mál að það skuli liggja hér fyrir tillaga frestun sem við munum samþykkja. Ég vek athygli á því að í bréfinu talað ýmsar leiðir sem að menn vilja ræða og fjalla og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að vera opin fyrir ýmsum leiðum. Okkur hefur kannski aðeins greint á það að það væri bara ein leið í þessum viðræðum en þarna verið að nefna möguleika og ég vona að við séum öll sammála að finna bestu leiðir. Takk fyrir þetta, Árni. Kristinn Jakobsson. Forseti, já ég sammála síðasta ræðumanni, bæjarfulltrúa Árna að þetta skynsemi af hálfu lífeyrissjóðanna og þessara sem að samþykktu ekki niðurfellingu eða afsláttinn af skuldunum, einfaldlega vegna þess að það skynsamt að semja það frekar heldur en að fá einhvern nauðungardóm eða nauðasamning yfir sig. Það heilbrigðara og ég á von á því að ef árættist að það verði lífeyrissjóðunum farsælla að semja þessar skuldir heldur en að við förum undir fjárhagsnefndina. Ég held að þeir tapi meira á því að verði að fella niður meiri og hærri upphæð á skuldunum heldur en ef þeir sendum það. Þannig að þetta skynsamt fólk sem þar við stjórn. Verður Kristinn. Orðið laust. Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil kannski vekja athygli á því að í fyrsta skipti í 18 mánuði síðan við hófum þessa vegferð, 18 mánuði síðan við áttum fyrsta fundinn, að þetta í fyrsta skipti 6 mínútur fyrir 5 eða 5 mínútur fyrir 5 í dag sem að lífeyrissjóðirnir viðurkenna það að það sé greiðsluvandi hjá Reykjanesbæ. Það hefur ekki verið viðurkennt fyrir. Það kannski stærsta orðið í þessu bréfi sem fær okkur til að fresta. Ég vil líka kannski segja það að
þetta er ekki alveg í okkar höndum að fresta svona ákvörðun. Okkur ber að tilkynna til eftirlitsnefndar að skila lyklunum ef við teljum að við getum ekki staðið við skuldbindingar okkar. Þannig að þetta er ekki alveg eins og þetta sé eitthvað val hjá okkur að afhenda ekki lyklana. En að höfðu samráði við eftirlitsnefndina núna nokkrum mínútum fyrir að þá fellst hún á þetta, telur að sé grundvöllur til að halda áfram. Annars sem ég vil líka nefna í þessu tilfelli er það að það er kannski ekki alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Árna Sigfússyni að halda því fram að við höfum bara rætt eina leið. Við höfum farið yfir 10-12 mögulega leiðir á þessu langa ferli. En það er kannski ekki ástæða til að vera að fara yfir það núna en við höfum gert það. Við höfum ekki verið fastir í einni leið. Við höfum bara reynt að leita leiða þannig að framtíð íbúa í Reykjanesbæ verði betri og þá höfum við velt öllum steinum sem til eru í því. Það hafa ekki fleiri kvatt sér ljós. Þá vil ég bera upp þessa tillögu og ég kannski að lesa hana bara aftur. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fresta 5. máli er varðar tilkynningu til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til næsta fundar. Þeir sem samþykkja. Jú, það er næsti fundur er fyrsti fundur í maí. Þannig það til næsta funda 3. maí. Sjálfsagt mál að verða við því. Og tillagan er samþykkt 11-0.